Kári, hvernig er staðan á þessu? Við byrjum bara á því. Hún er bara fín, ég náði hann að 70 mínútum út í Skaganum og þetta leit bara ágætlega út. Svo ég verði bara að byrja að spyrja út í, hvernig var að vera á þessari hlaupabraut og horfa upp á liðið vinna bikarúrslitaleikin án þín, rétt eftir að meiddist? Það var bara grátlega leiðilegt en auðvitað að fá ekki að taka þátt í því þar að segja. En ég var mjög ánægður með ákvörðunina að hafa ekki tekið einhverja sensa í ljósi þess að unnu leikinn. Það var bara fyrir öllu og bara mjög gaman að taka þátt í þessu. Reiknarðu þá með að vera í byrjunarliðinu á haustdaginn eins og þú segir, fyrst þú ert klár? Ég reikna ekki með neinu, það er bara undir þjálfurum komið að ákveða það en auðvitað langar mig að spila og vona að ég spili. Vantar Kylian Mbappé, þetta er örugglega þreytt spurning að vera að tala leikmenn hins liðsins, en er það ekki ákveðin kostur fyrir ykkur? Jú, ég meina, þú veist, en þeir getur stilt upp sko 3 liðum sem getur verið að keppast um að vera heimsmeistarar. Þannig að ég held að það skipti okkur meira máli að hafa okkar menn heila heldur en hvað gerist hjá þeim sko. Svo komum við inn á síðasta verkefni, vinnum Þæland 3-0 sigur gegn Moldóvu. Og svolítið umræðinni að hvort að þú hefði kannski átt að fá að hvíla hann leik og vera þá meira tilbúin í Albaníuleikin. Hvað finnst þér um það eftir að töpuðu 4-2 gegn Albaníu? Nei, ég var alveg tilbúinn í Albaníuleikin. Þetta var bara, fyrri hálfleikur var ekki góður á okkar hálfu. Engu að síður þá skapaði þeir lítið að færum á móti þeir voru góðir í fyrri hálfleik. Og svo í seinni hálfleik þá förum við aðeins framar á völlinn en það eru bara mistök sem við gerum í varnarleik sem verður til þess að við fáum þessi mörk á okkur. Og í stöðunni 2-2 að fáum við klárlega betri færi og fáum færi til að bara í rauninni gera út af leikinn en það er bara eins og alltaf við sagt að mörk breyta leikinn. Takk hérlega, Kári, gangi vel. Takk.